Pavel Bartosek, svo vel. Já, takk kærlega fyrir, kæru vinnir. Þetta góður athyglisverðar tillögur sem við erum að leggja, sem lagðar fram til afgreiðslu í dag. Mig langar kannski að drepa á nokkrum atriðum, til dæmis varðandi þetta sem í kaflanum dómsvald á sínum tíma þá samþykktum við það innan hins fræga hornklófa að það væri forseti sem myndi skipa dómara. Nú höfum við ekki í nefndinni tekið það til umfjöllunar að nýju, en þetta var sett inn á sínum tíma, og nú er algjörlega að lýsa minni persónu skoðun, að á sínum tíma var þetta sett inn vegna þess að við vissum ekki hvert embætti forseta ætti að vera og hvað ætti að för með sér, og mér finnst þetta miðað við sko það hlutverk sem forsetum ætlað núna í þessu langur rökréttast að þetta vald fari í hendur ráðherra, en ég er þar algjörlega að lýsa minni persónu skoðun, en þetta væri fullkomlega í anda alls þess sem við erum að vera að vinna með hér. Ég reyndar að gera svo róttækur að halda því fram að það sé vera auka vald forsetans í þessum kafla frá því sem nú og það mun fólki kannski þykja dálítið undarleg tenging, en hins vegar það sem vera að gera það að það er bara verið að taka út orðið forseti á fullt af stöðum þar sem það á ekki við, en eftir stendur ein grein hér það að forseti geti haft vald til að náða menn, og ég er ekki endilega viss að það hafi verið það vald sem hann hefur verið formulega falið hingað til, án þess að ég viti það. Þannig að það vera auka völd forsetans, fólk að segja jú hér. Já, þá hef ég rangt fyrir mér hvað það varðar, en já, þetta er rétt. Já, þetta það kemur þó bara í ljós, en ég allavega hnýtum þetta og velti fyrir mig hvort það sé þá ekki vera auka vald forsetans frá því sem nú en mér hruninni þetta sárt. Það hlutverk sem hér er verið að setja upp er hlutverk sem makar forseta gegna víða lönd, sem einhvers konar aðili sem kemur fram fyrir á við einhverjar athafnir, og mér finnst það sjálfsögðu eðlilegast að slík aðili sé þjóðkjörin líka. Ef við værum að ætla slíkum aðili eitthvað hlutverk, og nú er ég bara að hugsa svona upphátt, þá myndi ég kannski velta fyrir mig hvort að einhver svona ákveðin neyðar staða í stjórnkerfinu gæti hugsanlega verið málið. Ég veit ekki hvort þetta verið að skrifa inn í stjórnarskrá, en maður kannski ímynda sér að þingið allt eða meirihluti stegi við einhverjar aðstæður sem úr ríkisstjórn, og þá sé einn aðili sem hafi eitthvað þjóðkjör á bakvið sig og geti gripið þar inni. Ég í sjálfu sér ekki algjörlega fráhrindið því að veita undir einhverjum algjörum neyðartilfellum forseta það vald sem margir hafa talið hann hefði hingað til við myndun utanríkisstjórnar, en það verður bara að skoða það í heilu lagi, og en ég væri þess vegna alveg til að fara þá leið, þá værum við þá hefði hann eitthvað stjórnarskipti gegna við ákjörun svona sérstakar aðstæður, en það er líka hægt að koma þið fyrir þannig að hann hafið alls ekki. En mér líst ágætlega á tillögur B-nefndar og styð þar af flestu leyti. Takk.